Ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla um ályktanir um flokkabreytur í tölfræðifræðigrunni. Við ætlum að fjalla um tengslatöflur. Og jú, við erum búin að við sáum í kaflanum á undan hvernig gátu borið saman hlutföll í mismunandi þýðum. En við viljum líka oft bara bera saman einhverjar tvær flokkabreytur úr sama þýðinu. Og við erum raun og veru ekki að líta svo á að við höfum framkvæmt einhverja tilraun í tveimur mismunandi þýðum, heldur erum við bara með eitt þýði en erum að bera saman tvær flokkabreytur í þessu sama þýði. Til þess eru notaðar svokallaðar tengslatöflur og tilgátu-prófin ganga út á að svara spurningunni eða núlltilgátunni hvort þessar tvær breytur séu óháðar eða hvort það sé eitthvað samband milli þessara tveggja breyta. Það sem svolítið skemmtilegt að til þess að svara þessum spurningum þá erum við með alveg eins prófstærð eins og fyrir kíkvaraprófið og því eru allir útreikningar nákvæmlega eins. Munurinn liggur bara í því hvernig við setjum fram tilgáturnar okkar. Þegar við erum með þessar tengslatöflur þá gerum við ráð fyrir að önnur breytan hafi L-flokka en hinn hafi D-flokka. L og D stendur hérna bara fyrir fjölda flokka í hverri breytu fyrir sig. Og núlltilgátan okkar þá svo að það sé ekki samband milli þessara tveggja breyta en gagntilgátan svo að það sé samband milli breytanna tveggja. Við framkvæmum kíkvarapróf, það að segja þannig að við byrjum á að reikna töflu mældrar tíðni sem þá bara niðurstöðurnar okkar. Reiknum svo töflu væntanlegrar tíðni og lokum töflu prófstærðar. Við erum búin að reikna töflu prófstærðar, leggjum öll gildi saman og berum það saman við kíkvaradreifingu þar sem við erum með L mínus 1 sinnum D mínus 1 frígráður. Það að segja að frígráðurnar eru að við tökum einum færri en fjölda flokka í hverri breytu fyrir sig. Margföldum þá stærð saman, þær tvær stærðir saman og þar fáum við frígráðurnar. Og eins og áður þá höfnum við núlltilgátunni fyrir stórgildi og bara stórgildi. Við höfnum núlltilgátunni ef að prófstærðin okkar stærri en viðmiðunargildi miðað við þessar frígráður. Takið eftir hérna erum við þá alltaf að gera þess konar próf. Alltaf að hafna fyrir stórgildi á prófstærðinni. Og hér dæmi að Þröstur að kanna samband milli hjúskaparstöðu og starfsstéttar. Og hann fær eftirfarandi niðurstöður, hann að spyrja, hann með 4 tegundir af starfsstéttum, hann með stjórnendur, iðnaðarmenn, þjónustustörf og verkafólk og 4 tegundir af hjúskaparstöðum, hvort það séu einhleyp, sambúð, gift eða skilin eða eklar. Og þetta eru niðurstöðurnar hans, raun og veru bara tafla mældrar tíðni. Hann framkvæmir kíkvarapróf þannig að hann reiknar töflu væntanlegrar tíðni og reiknar töflu prófstærðar og leggur öll gildi saman og hann fær þessa prófstærð 26,97304. Hvaða ályktun dregur hann? Jú, munum hérna að hann á að bera saman við kíkvaragildi þegar við erum með frígráður þar sem að við margföldum saman einum færri en fjölda línu og einum færri en fjölda dálka. Hjá okkur það þannig að við erum með 4 dálka og 4 línur. Svo miðum við kíkvaragildið fyrir 4 mínus 1 sinnum 4 mínus 1 sem 3 sinnum 3 sem 9. Þannig að við flettum upp í töflu kíkvaradreifingar með 9 frígráður fyrir gildi 0,95 og fáum þá stærðina 16,92. Og hvað segir þetta okkur? Jú, við höfnum fyrir stórgildi, það að segja við höfnum ef að prófstærðin okkar stærri en þetta viðmiðunargildi. Prófstærðin okkar var næst í 27 sem stærri en 16,92
og því getum við hafnað núlltilgátunni. Munum ef við höfnum núlltilgátunni, þá getum við ályktað að það sé samband á milli breytira tveggja. Það er að segja í okkar tilfelli getum við ályktað að það sé samband á milli hjúskaparstöðu og innan hvað starfsstéttar fólk starfar. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja.